Nei, erum við byrjaðir? Já. Nú, fyrir ekki. Já, ok. Já, það náttúrulega orðið svo stutt á milli ykkar Þórðar núna í aldri, sko. Já, ég skilji, já. Herðu, en hérna, Þórður, þú ert náttúrulega búinn að vinna hérna í sjónvarpinu áratugu saman, Já, ég veit ekki hana, það voru 100 ár. Nei, ég segi það ekki, þetta er komið 40, þetta er að vera 50 ár, held ég. Og það er ekki svo mikið líf. Það fer nefnilega að nálgast að verða hálföld síðan að Laddi var uppgötvaður og grínið hófst fyrir alvöru. En það blés hins vegar ekki byrlega í upphafi. Við mæmuðum svona kapla svona af Spike Jonze, alls konar effektar og dótar í. Og það er svona eitthvað sló í gegn. Og þá var byrjað að hringja í okkur, byrjað að koma ársháttið með þetta. Og við héldum nú ekki. Við ætlum aldrei að fara eitthvað út í bæi verið einhverju skemmtikrafti, við vissum ekki hvað það var eins og sko. En það var alltaf verið að sögðu í okkur og okkur bóðinu náttúrulega peningar. Og þá náttúrulega græðgin í okkur og við sögum, heyrðu, það er hægt að hafa peninga út úr þessu, fá borga fyrir þetta. Þannig að við fórum á pröfum, vorum ráðnir á 2 skemmtanir sama kvöldið. Og við fórum á fyrir skemmtun og hún var hérna á loftliðum. Og það var kona þarna sem ég þekkti, hún vildi endilega fá okkur og við létum tilleiðast. Það var skelfilegt, sko. Pínu litlu herbergi. Það voru eiginlega svona ellilífeyrisþegar. Og þetta var æðislega þröngt og þannig að fólki satt svona æðislega nálægt okkur, sko. Gamalt fólk og mann eftir einu gamlu manni alveg fremst svona sem horfði á okkur forundran, sko. Og þegar við byrjuðum á þessu, sko, og það var bara grettur, allt þetta, sko. Og hann átti ekki til orðenda með því hann stóð upp og svo bara, hvers helvítis fíflalæti eru þetta? Og það var ekkert klappað, nema þessi eina kona, hún reyndi að klappa. Og það glumdi sko í salnum þetta eina klapp. Þannig að við vissum bara þetta, við vissum þetta gengur ekki. Þetta skulum við sko steinhætta þessum annars kota. En við vorum ránir á annar stað þetta kvöld líka, svo í Hafnarfirði og heima slóðan Ladda. Þannig að það voru nú nokkrir þar sem maður þekkti svolítið og við tókum þetta þar. Og þar ætlaði nú bara þakið af húsinu, sko. Klappaðir upp og aftur og að taka sömu atriðin aftur og aftur. Hafnfirðingarnir kunna að meta náttúrulega aðra gaflara, sko, Hafnfirðinga. Þá ákvaðum við að prófa aðeins lengur. Manstu þá tilfinninguna eftir þetta fyrsta skipti? Já, ég man það svoleiðis angistinn sem greip mig, sem ég kannaði svolítið, sem tók sig upp frá því að ég var í barnaskólanum í Hafnarfirði. Ég var að kalla þér upp á töflu og þá kom þessi angist hérna og þetta var hræðileg tilfinning. Og ég fæ hann oft, þessa tilfinningu. Alltaf meira og meira núna eftir því sem maður eldist. Svo þegar þetta var allt smollið saman og maður kunni þetta og eftir frumsýninguna, að þá leið mann alveg rosalega vel. Þetta tókst. Og þá er ekki hægt að lýsa því, sko. Þegar kvíðinn og angistinn er horfin og það bara, þú veist, svona vellíðan bara eftir adrenalínið alveg flæðir líkamann og það er alveg stórkostlegt. Þegar ég var í gagnfræðaskóla, þá ég sennilega svona 15 ára, Laddi 21, þá tók ég alltaf strætó úr gagnfræðaskóla og heim og þar hérna í þessum vagni á leiðinni heim var alltaf afskaplega raunalegur ungur maður með sítt hár, alvinnur herðar og yfirskegg og hökuskegg, svona hippalegur, með 2 pínulitla stráka með sér og með þetta raunalega, eiginlega tragíska augnaráð. Og mér var starsýnt á hann, þar sem hann satt svona eins og svona forlorn með síni sína og ég sem hver er þetta? Svo hitti ég hann upp í sjónvarpið og þá sagði ég, þetta er þessi raunalegi hérna. En hann var svo sannarlega ekki raunalegur, hann Laddi. En það er mjög tragísk taug í honum Ladda, dramatísk og tragísk harmræn taug sem að gera það verkum að hann er svona magnaður kómikar eins og hann er. Enginn kómikar verður vel heppnaður eins og Laddi nema að hafa í sér einhvern harmrænan þráð. Og við bjuggum til þátt sem heitir Gætt að hvað þú gerir maður. Og mér þykir mjög vænt þann þátt því að við unnum mjög náið saman í þeim þætti við Þórhallur. Takk fyrir, vinnur. Það var ekkert. Þetta er góð ljós. Góð? Já. Þetta eru bestu ljósin í bænum. Þetta er það allra nýja staðið.
skipti með Peru daglega. Verður maður örugglega brúnn af þessu? Brúnn? Elskan mín, þú verður svartur. Takk fyrir. Ég held ég fá mig bara epli. Bless. Og þetta náði svo vel til allra, ungra og gamalla. Og svo fór maður nú með þessar vídeóspólur af þessu gamla dóti eins og Sjáaldur augna sinna. Og Laddi bauð mér að borða fyrir fáeinum árum og bauð mér að koma með spóluna sem ég var búin að handskreita og búin að lána mikið, veiku fólki og börnum. Og bauð mér að koma með spóluna því að hann hafði ekki séð þetta í öll þessi ár. Og ég kom með spóluna og sagði við hann, ef þú skilar hann ekki aftur, þá verður það vinaslít. Heyrðu, ekki hægt að fá hraðar í meðhöndlun? Jú, það er alveg hægt. Já, ég nefnilega sko, ég þarf að fara í Holly í kvöld, að fá svoleiðis. Já, ég skil. Strax bara. Já. En það sem sagt situr núna í vinasliti út af spólunni. Mér finnst hann bara alltaf bestur þegar hann fær þetta utanumhald, það er svona að hann finni til öryggis og hann fann greinilega til mikils öryggis hérna í RÚV þegar hann kom hér fram. Hann fann að hann var í vinahópi og það skiptir hann miklu máli. Þá getur Laddi sprottið út. Laddi tristir hann ekki hverju sem er. En ef Þórhallur finnur það að hann getur sleppt honum lausum þá fer allt í gang. Og fyrir mér bara sem gömlum kunningjans og vini þá verð ég að segja það bara. Ég held að hann sé eiginlega bara gallalaus. Það hvernig að fara með mig? Á skurðstofuna maður. Já, það er hinum megin. Nó, fyrirgefðu. Það er að segja svona hvað hann er ærlegur, bæði við vini sína og listina sína. Hvað hann er jarðbundinn og hvað hann tekur hana alvarlega. Og hvað hann tekur hana svona skynsamlegum tökum. Það finnst mér vera svona hans svona aðalsmerki. Og þess vegna hefur nú árangurinn verið eftir því. Þannig að eftir sýningar þá er jafnvel svona pínlítið svona, kannski ekki niðurdregin en þú veist, það tekur alveg á. Það er eitthvað í honum sem að gerir það, eða sem að við sjáum að þessi gæi á ekki séns í að gera neitt annað, sko. Það er bara eitthvað svoleiðis, sko. Það er bara staðreynd að ég myndi segja að það velji í raun enginn að vera grínisti. Þú verður að Nei, þetta er ekkert merkilegt. Það er bara síminn til þín. Hafa aðrir komið hérna í þennan stól og nefnt einlægni og tímasetningar og hvað þú sett mikill íþróttamaður. Getur þú tekið undir þetta? Er þetta það sem að... Já, kannski að það er búið að segja manni það, að segja eitthvað svoleiðis, en það er líka það eins og ég var að tala um að það er þetta frá því að ég var lítið að ég er krítiskur á allt sem ég geri, alveg rosalega og vanda mig. Ég læt ekki allt vaða svona, þú veist, eins og kannski margir er ekki nógu svona krítiskir á sjálfan sig og svona finnst allt bara og láta eiginlega allt vaða, en ég er rosalega svona passasamur á það að fer vandlega yfir það og bara er þetta örugglega að gera sig og svona. Ég er líka svolítið að passa með að meiða engan eða segja eitthvað svona, þú veist, ég hef alveg losnað við það að þurfa að vera með klám og eitthvað þannig, sko. Ég hef aldrei þurft á því að halda og svona kannski eitthvað tvírætt eða þú veist, láta þá aðrum að svona, en aðalega held ég að sé nú líka það að þetta að vera vandvirkur bara og láta ekki allt frá sér fara. Og svo náttúrulega hlýt ég að bara hafa þess að hafi líka eitthvað í mér, eins og með tæmingu og þetta sem skiptir náttúrulega rosalega miklu máli. Ykkar samband ykkar Ladda, ykkar kynni, þið eru búin að þekkjast lengi, ekki satt?
Já, við Laddi erum búin að þekkjast mjög lengi, skal ég segja þér. Það var svo mikið raskat, ég var að segja, yndislegt alveg. Manstu hvenær þið og hvernig og hvar þið kynntust fyrst? Já, ég get sagt þér að það var gasalega skemmtilegt, skal ég segja þér. Það var nú þannig að ég var út á sögu, skal ég segja þér, var í Gufunni. Gasalega huggulegt svona og ég var bara ein í Gufunni. Og ég er náttúrulega kviknakin og ég er þarna bara að láta mig líða vel að því ég er bara ein svona. Svo allt í einu þá bara opnast einn af maður og Laddi er þarna og ég gríp náttúrulega svona bara fyrir allt saman og hann bara, hann var svo feimingri, hann alveg svolítið svo roðnaði og svona, ég var alveg hérna bara. Og hann segir, fyrirgefðu, hérna, er þetta kvennagufan? Ég sagði, já, sérðu það ekki? Hann sagði, hvar er gallagufan? Og ég sagði, það er búin næstu höfð til hægri. En þá að þessum karakterum sem eru náttúrulega þitt vörumerki og hafa fylgt þér alla tíðir, er þetta eitthvað sem hefur gerst af sjálfu sér eða hefur verið markvisst Nei, þetta einhvern veginn bara gerist þetta af sjálfu sér, sko. Þeir koma bara. Búin að safna þessu. Það er bæði þarna í Hafnarfjörð á sínum tíma, sem var margir góði karakterar. Svo eitt árið þá fór mamma að vinna á Elliðavatni, sem var þá útibú frá Kleppi. En var svona, svo að kalla svona rólega deildin, þetta voru svona kannski, ekki kannski geðveikir menn heldur voru þeir kannski frekar, svona sumir voru bara þroskaeftir, sko. Og þá var ekki til neinn deildi við það voru allir bara sendir á Klepp, sko. Þetta voru svona skrýtnir kallar bara. En ég er náttúrulega 12 ára gamall, mér fannst þetta rosalega skemmtilegi karakterar og þú veist, mér fannst þeir fyndnir, hvernig þeir löbbuðu sumur og hvernig þeir töluðu og svona. Og ég drakk það svolítið í mig líka og þar svona fann ég fullt af karakterum sem fóru í safnið. Og þegar ég byrjaði á þessu að þessari áráttu minni að búa til svona karaktera, að þá held ég hafa verið svona, komið svolítið mikið safn, svona inn í spjaldskrána. Þannig að ég gat sótt eitthvað svona á þess að hafa kannski hugmynd hvað það kæmi. Að þá var ég alveg ákveðið, heyrðu ég ætla að hafa þetta göngulag, þá var ég með það á hreinu einhvern veginn frá einhverjum og svona ýmislegt annað. Sko. Þannig að þú hefur verið búin að búa þér til lager á þess að raun og veru að... Á þess að vita af því, sko. Þá var ég komið með lager af alls konar karakterum. Já. En hefur þú svona stúderað, farið sérstaklega í rannsóknarvinnu, ert þú maður sem situr á flugvöllum og horfir á fólk? Ekki beint en ég geri það samt, sko. Ég átti það til, sko, bara þegar ég var niður í bæ, oft að labba niður Laugaveginn og sá ykkur með eitthvað skemmtilegt göngulag, þá átti ég til bara að snúa við og elta mannin bara lengi bara til þess að ná göngulaginu. Og svo var það komið inn á spjaldskrána bara. Og svona, ég þurfti að passa mér stundum bara, að ég bara gláfti á fólk bara alveg, ef ykkur var með eitthvað kæk eða eitthvað, sko. Að það bara var hræðilegt. Og ég geri þetta ennþá. Og það er hnift í mig bara, gláfti ekki svona á manneski. Já, fyrir ekki. Ég gleymi mig bara. Hann á galleri af karakterum sem skiptir tugum, sem eru búnir til í hans eigin ranni algjörlega frá grunni, frá fæðingu hvers karakters. Og hann lærði þeim málsnið, hugsanir, fas og þar fram undir göttunum sem er allt frá honum. Auðvitað með liðsinni listamann eins og Rögnu Fossberg sem hefur séð gerfina í gegnum tíðina og svo framvegis. En þetta er einstakt og þetta er galleri persóna sem eru tugir karaktera og sko, það eru 20, ég taldi 20 karaktera sem eru iconic, það er að segja þeir eru svo skýrir, afmarkaðir og velþekktir að hvert einasta mannsbarn á þessu landi þekkir þessa karaktera með því að sjá þá í eina sekúndu.
fætandi fæði. Hann alveg óstjórnlegt æði. Hann góður við kvefi og þenstu úr nefi. Já, mér fannst náttúrulega, ég hef mjög gaman að saxa lækni og svo fannst mér Marteinn Mosdal mjög fyndinn. En ég hef samt bara mest gaman að ladda sjálfum. Mér finnst hann sjálfur svo fyndinn. Auðvitað allir karakterarnir og hvernig hann performerar, sko, en svona Laddi sjálfur, svona hvernig hann svona litlu athugasemdir lífið og mér finnst hann alltaf, sko, skemmtilegastur. Það má kannski segja að ég þekki Gervin hans betur en Ladda, liggur við, en auðvitað höfum við þekkst í 40 ár. Þetta Þórður húsvörður sem var bara til út af því að þetta fyrsta kolla sem ég bjóð til þegar ég var að læra þetta í danska sjónvarpinu. Þannig að Laddi settist í stólinn átt að vera einhver persóna með Bryndísi Schram á þeim tíma. Og þessi persóna varð til út úr því bara því að ég átti kollun. Þegar þú var fyrst að gera Þórð fyrir, hvað ekki, 40 ár síðan. Jú. Þá þurfti nú aldrei sem sminkandan að gera gamlan. Já. Nú þarf ekkert að gera. Aðeins minna. Þarna kemur orginalni, sko. Skóskinar. Kannast þú við eitthvað af þessum persónur? Er þetta kannski úr fjölskyldunni eitthvað? Sko, ég kannast ekki beint við það, en maður har heyrt að það svona taktar sem hann tekur út, kannski tekur, til dæmis eins og Þórð húsvörður, þá tekur sko hendina hérna. Það til dæmis frá, tók hann frá afa sínum. Ég elska þá alla og ég bara þegar vorum að taka til dæmis heilsubæli þá grenjuðum við úr hlátri meir og minna allan tíman, sko. Já, og hvar verkurinn? Þetta í höfðinu. Já. Það byrjar hérna aftan til alltaf á morgnana. Ég skil. Og svo leiðir þetta upp í hvirfilinn. Ég skil. Og þá fæ ég þessi stingi. Ég skil. Svo vill þetta stundum fara, skal ég segja, með ógnarraða alveg fram í eyru. Ég skil. Og hvað heldur þetta sé? Brjóst. Brjóstglos, sviðsglos sem leiðir upp í höfðið hérna með svið og veldur höfuðverki. Þetta þetta svartasta sem ég lenti í. En hérna, ég sá einmitt Ladda núna í Hörpunni og þá áttaði ég mig á því að sá sem ennþá kemur mér svo mikið á óvart og ég tryllist og sko, ég var mér til skammar á þessu sjó vegna þess að ég gat ekki hætt að hlæja að Marteini Mosdal. Mér finnst hann ykkur sá fyndnasti sem að ég á ævi minni sko fyrir hitt og bara verið samfélag mér í lífinu. Var það eitthvað fleira fyrir þig? Það er bara fínt, takk. Já, þakka fyrir. Vil ég hringja fyrir mig á leigubílstrákar? En það er svona þessi hryllingsmyndaeffekt, skilur, hvernig hann umbreytist í þessa persónu sem að ég dáist endalaust að. Ég hef bara aldrei séð þetta hjá leikara. Já, hvað það var að... Svona eitthvað við verki. Já, þetta svona snill. Ég fór að skoða frægustu leikarasöguna, gamanleikara. Eiga þeir á einhver svona galleri af karakterum sem hefði búið til frá grunn? Engin. Red Skelton sem var frægur amerískur sjónvarstrúður. Hann átti kannski 3 svona iconic karaktera. Kannski 2 til viðbótar sem voru aðeins minna þekktir. Og svo lék hann bara tilfallandi karakter eftir því sem handritið sagði til. Heilsubælið var náttúrulega kannski eitt stærsta verkefni sem þið hafið unnið saman. Hvernig var það að vinna með Ladda í svona? Það var bara draumur eins og alltaf. Það er alltaf draumur að vinna með Ladda. Við unnum handritið saman að þessu, ég, hann og
og Edda Björgvins og það var bara dásamlegt frá upphafi til enda. By the hand, så kan jag ha så länge som det sig. Löje mig. Avgan skallar sig av och sen kommer den ner i kontokorna. Jag skrämte aldrig och såna. Löje mig. Jag kan bara sätta det åt Peter för kattlar. Oj, 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 sá en fotbollsmaður. Það ekki beinar fyrirmyndir eða eitthvað? Nei, en svona, gæti verið svona partar, svona líkamspartar. Það er örlítið frá Elsu Lund, að það er örlítið frá mannesku sem vann í þessum áhrifinu og heitir Rósa Ingóls og það er þetta Guð. Hún átti það til að segja svoleiðis, en það var alltaf sumt, það var ekkert meira frá henni. Og svo útliti svolítið svona frá Dóru Einars, eins og hún var að klæða Röggu Gísla. Þegar ég byrjaði með fyrstu Hemma Gunn þættina, þá var hann þar svona viðloðandi og meðal annars sem Eiríkur Fjalar. Og maður var svo sem alltaf að reyna að útvíkka þessa þætti einhvern veginn og finna eitthvað upp nýtt, sko. Og það er einhvern tíðan sem að það dettur út með við hann að það var nú gaman að leikja nú kettlingu. Og ég sá nú strax að hún leist nú mjög illa á það. Ég held að hann var eitthvað skrítinn bara. Ég var að búa til eitthvað kettlingu. Þetta væri gert á svona einhverjum ásatíðum út á landi að menn voru að fara í kvenföt og eitthvað sem mér fannst það ekki sniðugt. Hann sagði, nei, ekki svoleiðis. Þetta á að vera æðislega smart og flott. Og ég sagði, þú veit, ennþá vitlausari heldur en ég held, sko. Hvernig ætlar að gera flotta konu úr mér? Hann sagði, ég gera það ekki. Ragnar gerir það. Og á meðan ég var að finna út úr í hvað við gerðum, við máluðum að mjög mikið og settum skraut í hárið. Og meðan ég var að þessu, að finna út úr þessu, þá æfði hann rödd. Þannig að það má segja að þessi hafi algjörlega orðið til í sminkstólum. Elsa, þetta er alveg 4 drottningin, Linda. Guð, ég veit að hvað er það? Ertu sjálfur eitthvað? Hæ? Guð, hvað út lekker. Hvað er þessi sakin eða? Það er svolítið mikið hormónum í, karlhormónum. Jú, helviti mikið. Það er svolítið mikið. Þetta er kolla sem var notuð í Silfurtunglinu og Egill Ólafs var með þegar hann var í því. Og svo er restin bara mín kvenlega hlið sem er nú stór. Þannig að þú ert ennþá á fullu? Já, elska mín, alveg svoleiðis. Það er gasalega mikið að gera. Það er út allan heim bara. Eruð þið með nærmyndstrákar að mér? Þetta er svona einhvern veginn Hemma Gunn tímabilið. Þá var maður uppgötað svolítið latta. Já. Þú manst kannski betur eftir, ég var að viðurkenna að ég man ekki alveg nógu vel eftir Hemma Gunn og öllu þessu latta dæmi í kringum það, sko. Nú, hvað varstu ekki að horfa á? Nei, jú, ég horfði á það, skilur, en ég bara var, já, þegar þú varst að tala um daginn, þá bara svona myndi ég ekki alveg eftir öllu, skilur. Það var bara, eiginlega, þú veist, mjög stór partur af á tali, sko. Já. Það var bara mjög stór partur af tali. Og allir þessi karakterir sem komu þar, þetta var alltaf bara magnað hann skuli hafa búið til. Hverju munið þið fyrst eftir, hérna, að hafa hlegið að latta? Einhver karakter sem að, hérna? Ég held þessi Elsa Lund bara. Þú manst ekki neitt, en þú manst ekki. Ég man alveg margt. Það er margir í móðu. Ég man bara því að krakki maður að horfa á Ármótasköpið. Það fannst mér alltaf langskemmtilegast að horfa á latta. Já. En ég man ekkert nákvæmlega alla sketsana samt. Hvað áttu með einn karakter? Hvað? Með Dr. Saxi alltaf mjög fyndið. Já. Svaka, stuði, hníf. Hnífur. Gaffal. Gaffal? Nei, ég er bara að grínast. Ég er löngu búinn að borða stjórnarskrána. Stjórnarskráin. Sjá. Já, með datta í hug. Þetta er klárlega stjórnarskrábrot. Nó, hvað gerum við þá? Við gefum honum í æð. Í æð? Hvað? Gefum honum skítlegt eðli í æð. Ókei. Nei, heyrið mér nú aðeins. Er þetta nú ekki orðið ágætt? Jesús minn. Nei, það er nú ekki svo slæmt. Þetta er nú bara ég.
Já, ég meina, ert þetta þú sjálfur? Jú, en hvernig dettur ykkur í hug að vera að gera grín að veikindum manna? Ég er svo hissa þér, Latti, að þú skulir af öllum mönnum taka þátt í svona verknaði. Ég er svolítið yfir mig. Já, ég var alltaf á móti þessu alveg frá upphafi, sko. Ég sagði strákunum að þetta væri ekkert fyndið. Mér fannst þetta frekar ósmekklegt, þannig að... Strákar, við skulum bara hætta við þetta. Heyrðu, þú skilur ekki við mér svona með allt opið. Þú er að sauma saman skurðin aftur, ég get ekki farið. En svo út all land eru alls konar, sko, sem þú örugglega heyrt, samsæriskenningar hvernig þessi af þínum karakterum var byggður á þessum bónda á næsta bæ og svo framvegis. Já, þeir eru með það á hreinu, sko. Alveg oft heyrtum það til dæmis með Skúla rafvirkja, sko. Það þekkja hann allir, sko. Og bara út all land, fullt af skúlum. Góðir brúðkaupsgestir! Góðir brúðkaupsgestir! Herra minn er á túr, herra minn er á klúr, herra minn er í skúr, herra minn er á flúra þegar ég kom. Ég verður að segja ykkur, í dag þegar ég var sko að laga staða heimlan, í dag var í kirkjuna, þá sagði ég við sjálfum mig, ég sagði bara við sjálfum mig sko, það er að síðasti sem að koma fyrir þig, skúli minn, í dag, það er að síðasti sem að koma fyrir þig, að það er að gleyma ræðinu heima, skúli minn. Þannig að þú hefur heyrt þessar kenningar alveg... Já, alveg fullt af því, sko. Alveg þessi karakter, hann er þessi og þessi, sko, sem ég kannast ekkert við og sem er bara stenst ekki, en já. Sjá allt vitlaust á flugvallamarkaði hjálparsveitana. Þú senda bara allt miklu meira, mikið gaman. Það er skell á. Þar urðu til bræður Magnús og Eyjólfur og það var auðvitað einhver fyrirmynd af því og við vorum að skrifa þetta saman þannig ég tók svona óbeina og auðvitað þátt í því. En ég var algjörlega viðstaddur og þar var ég, held ég, leyfi mér að segja, var ég alveg ljósmóðurinn á staðnum þegar Magnús spýtist út og Eyjólfur þeir. Fæddust þeir bara þarna í raun og veru? Já, þeir verða til auðvitað bara í, þessi karakterar verða til auðvitað í hugmyndavinnunni en bara á einhvern veginn magic moment verður allt í einu þessi persóna ljóslifandi í bláa sloppnum, haldandi á fötunum og segjandi dáinn og þá voru getur snúið. Góðan daginn, bræður. Þið eru heima? Já, blessaður eftir við förum aldrei neitt. Nei. Jæja, á maður ekki að bjóða þér upp á kaffisopa? Jú, takk, það verður gott, ha. Nú sætla þú kannski. Jæja, hvað vorum við að tala um? Nei, við vorum að tala um kaffi. Nei, takk ómorlega ekki fyrir mig. Magnús, vilt þú kaffi? En þessir karakterar, sko, þetta er meira heldur en Brettur og Grettur. Margir er alltaf, þeir hafa sál. Já. Þeir hafa það, sérstaklega einn, hann hefur það. Ég er með töfrabröð, sko, hann kann ekki töfrabröð en eitt svoleiðis, sko. Ég er með töfrabröðin og alveg, sko, get heimt eftir öllum, sko, öllum hans karakterum og allt svoleiðis. Gott kvöld, fyrirgjöf, góðan dag. Nú hefst landsleikur Ísling og Þjóðverja og mikill aðbúnaðar að hálfu lögregluyfirvalda þessu sinni. Útið á 5 mínútur eftir að leikna það Guðbjarnar með vítaspyrnu upp í gátt. Þetta getur haft úrslit ef okkur IBK haldi sæti sem nennar til ekki fallega til. Og hann skorði þetta var frábært mark af Petru og við sjáum þetta endurtekið, þetta skemmtilega brot sem var hann hana. Sjáu þarna dettur hann. Já, og við bara fáum þetta endurtekið, þetta skemmtilega mark. Og Harði. Þau verða það áfram hennar til. Þetta þótti svona býsna fyndið, þessi úrslitarruna sem ég fór með á laugardögum og var alveg kjörinn í áramótasköp og Latti tók þetta að sér og skilaði þessu svo eftirminnilega að eftir að tekið allt land og ég var bara býsna ánægður með þetta því að mér fannst hann bara ná mér sæmilega vel. Svo þarna er línuvörðurinn, já, og þarna er sjálfur dómarinn bara. Og við hliðin á honum hinn glæsilegi markvörður. Nei, sáu þetta. Heyrðu, viltu aðeins fara tilbaka? Heyrðu, hann er alls maðurinn. Heyrðu, ég hef aldrei séð svona áður. Þetta hlýtur að vera eitthvað nýtt trix hjá dómarunum. Já, ég segi nú bara það. Hvað er allan geim í guðluspjöldum? Hvernig var þér við þegar þú sást þetta í áramótasköpum? Mér var nú svona, fyrst hvert við, en svo hafði ég bara jafn gaman af og aðrið. Og hafði nú býsna gaman að því nokkrum mánuðum seinna þegar við komum saman í sama skaupi. Gott kvöld!
Í þættinum í kvöld verður komið víða vitt og víða verður leita. Við munum breiða okkur inn í Laugardal og fylgjast það með hrjástramót á Laugardalsvellinum. Halló. Já, þetta þín Laddi. Já. Já, nei, ég má ekki vera að því núna. Ég að lesa fyrir hann Bjarna. Já, ég geng frá það mánudaginn. Já, ok. Hefur við haldið áfram? Já. Við skulum bara kíkja á þessi sýnishorn. Sko, áramótaskaupið 1985 er fyrsti grínþátturinn sem ég sé bara á ævi minni. Og þetta er jafnframt fyrsta kassettan sem við áttum á heimilinu. Við vorum nýbúin að kaupa vídeótæki. Þannig að ég horfði á þetta skaup aftur og aftur og aftur. Og það eru nokkur atriði þarna sem eru svo óstjórnlega fyndin hjá honum. Það er til dæmis skets þarna sem sýnir ótrúlega fórnfýsi hans sem leikara. Hann er mjög einfaldur. Hann liggur bara upp í rúmi með Tinnu Gunnlaugsdóttur. Þau eru sofandi. Svo kemur bara skífusími fljúandi í andlitið á honum. Þungur, L.M. Eriksson, grár svona með... Og hann er ekkert búið að taka úr honum innivölu svo neitt. Hann bara fær hann í andlitið og svona aaaah! Nei, ég bað símanum að vekja mig. Og svo er mjög frægt atriði í skaupinu 85 þar sem að hann er að vinna með Sigga Sigurjóns við að greina þvagprufur hjá vaxtaræktarmönnum og hann drekkur síðan óvart þvagprufuna hjá Skúla. Skúli minn, ég er búinn að skila. Nei, Skúli minn, það er ekki komið. Ég vil setja hvíta plastmáli. Nei, það er ekki komið inn á borð til okkar, Skúli minn. Pálmi hérna. Já, nei, það er ekki hér. Merk þetta betur, Skúli minn! Merk þetta betur, Skúli minn! Þetta er frasi sem grunsamlega margir þekkja bara. Merk þetta betur, Skúli minn! Og svo er mér alltaf minnistætt þegar að Laddi lék pönkarann í Skaupinu hér árið. Það hefur verið 83 eða 4 eða eitthvað svoleiðis. Og sem að var rosa mikill pönkari og gaf skít í allt saman. Og var með öxi að mig minnir í hausnum. Hann hóf ungur nám. Ég hóf aldrei neitt nám. Ég er sjálfnámar. Já. Ég man eftir atriðinu sem að fékk mig til að snúa baki við Ladda. Það var þegar hann lék pönkara í áramótaskaupinu. Svo varst ég einhverju enn annarri hljómsveit? Já. Ég var með niðurgang. Niðurgang? Varstu með niðurgang? Halt á! Það! Reyndur ekki að fá neitt við þessu? Hvað er að þeim maður? Lendi heilinaður í jólabastunum okkar? Og hérna, það var ekki grín og pönki. Ósmekklegt. Já, það var ósmekklegt grín. Og hérna, að því að sko, ég taldi alltaf að Laddi tilheyrði mér sko. Ræfla hvað? Þegar ræflarökstímabil er ekki lengur til, hvað ætlarðu þá að gera? Þá ætla ég að... Já, meina það. Nú ætla ég klári bara ekki viðskiptafræðin og taki við heildsölunars pappa. Já, bara það hefur alltaf, og einhvern veginn í grínheimum, eins og við grínistar köllum þann heim sem við lifum og hörmst í, grínheimar. Þar er mikið respekt fyrir Ladda. Oft hef ég hitt fyrir fólk sem að segist, og ótrúlega margt sem að segist geta hefnt eftir persónu Ladda. Og sumir segjast vera svo góður í að þessu betri en Laddi. Þú sest ekkert lengi inn í kaffiskúr án þess að Laddi beri á góma og að menn reyni að herma eftir karakterunum hans og eða rifja upp einhverja brandara með honum. Hvort heldur það er úr bíómyndum eða áramótaskaupum eða öðrum sjónvarpsþáttum. Það bara gerist varla. Gaman að sjá Eyþór Inga, hann er sérfræðingur í honum. Bara sem krakki þá, ég var bara forfallinn aðdáandi, bara strax bara á leikskólaaldri sko. Og ég einhvern veginn byrja strax að svona
lærði þetta allt saman utan af, hvort þetta var sko heilsubærið eða imbakassi eða eitthvað. Þetta geðkrabbameini. Á ég að sprauta honum? Þú láttu vaða í raskatið á honum. Það verður ekki bara hendur. Saxi er náttúrulega einn af þessu klassísku, en það eru fleiri úr heilsubælinu til dæmis? Já, það eru svona fleiri svona, þú veist, ná skildunum á mörgu leyti finnst mér vera eins og presturinn, sko. Það var alltaf, sko, þú veist, já, það var skýra, eða það var gifta. Og þessi, sko, þessa kæki sína. Og náttúrulega, og svo náttúrulega eins og með Leif, sko. Það er þetta svona ofboðslega niðurdreginn og ofboðslega svona og ég beið og ég beið og ég beið og ég beið og ég alltaf, það var mjög skemmtilegt. Dramatísk persóna. Mjög dramatísk persóna, sko. Þarna kemur bara í ljós hvað Laddi er góður í dramatíkinni, sko. Það fer svolítið í taugarnar á mig þegar menn eru að hringja í mig og jafnvel hitta mig og segja að annarkvort bróðir þeirra eða frændi nái öllum mínum persónum og jafnvel betur heldur en ég. Og þá finnst mér svolítið skrítið, sko. Hvernig það sé hægt, sko, að vera einhvern veginn betri heldur en orginalinn. Er það hægt? Ég veit það ekki. En mér finnst allt í lagi að alveg svo maður verða að herma eftir þingmönnum og hinum og þessum að þá allt í lagi þó að segja að herma eftir mínum persónum eða þeir eru ekki að nota hingu og þanga og komið í samkeppni við þig? Já, ég kom í samkeppni við mig í bransanum, sko. Er ekkert erfitt að fara að skemmta fólki þegar mann er kannski í þannig stöðu að mann er alls ekki hlátur í huga? Jú, það getur verið, sko, og þá þarf maður að einhvern veginn að koma sér í gír, eins og maður segir, og maður gerði það svona í gamla daga að líka það þegar maður var að spila í hljómsveit og svona að menn fengu sér, sko, svona aðeins í glas áður, sko, til þess að þora að fara fram á sviðið og svona, en það náttúrulega gengur ekki alltaf að gera það, en maður gerði það örlítið fyrst, sko. Bara lítið. Nei, en svona það kom fyrir. En það er náttúrulega ekki gott mál. Það er ótrúlega flott atriði það sem að hann og Randver Þorláksson leika David Bowie og Mick Jagger að syngja Dancing in the Street. Randver er nú bara alveg ágætur sem David Bowie, en Laddi er gjörsamlega frábær sem Mick Jagger og hann er nákvæmlega eins og Mick Jagger í þessum hræðilega myndbandi við þetta lag. Já, Laddi fer eiginlega þessa leið sem að svolítið margir hafa farið í þessum gríni og í þessum bara bransa, bara eins og Raggi Bjarna sem bara hverfur í 20 ár. Laddi var svolítið þannig, hann sást ekkert svolítið langan tíma og hann sett upp eitthvað sjó og það gekk frekar illa og svona, þú veist, hann var bara eitthvað svona leiðin út úr þessu. Svo bara allt í einu hittir hann þjóðarsálina og það bara sýnir endalaust og fólk bara, þetta er eins og fólk sé að taka til í skúffu hjá sig. Nei, hérna er Laddi, já, hann var alltaf gaman á honum, ef við ekki að kíkja aðeins á hann. Moderate house er þetta. Já. Beautiful house, this hubby you've got here. Rekan! Út með þig, já, pillar á þarna! Hvað er þetta að gera þetta brjálaðu maður? Þú sagði mér að reka hann. Nú þarf að vera eitthvað tensma. Og það er líka það, sko, leið og fólk verður náttúrulega þekkt og leið og eins og hann er náttúrulega löngu orðinn, þá kemur meiri krafa á þig að sért að búa til gott stöf, sko. Þú getur ekki, þá fyrst byrja menn að fylgjast með þér og gaggrina þig og þá máttu ekkert fara að taka feilspor, sko. En þið hafið verið að sunna saman, eða þú hefur fengið hann með þér? Já, það var algjör heiður að vinna með honum auðvitað. Ég náttúrulega lenti í rosalega vandræðalegu mómenti með Ladda, sko. Hann kom vorum að taka upp fyrstu seríuna, Steindarum okkar. Og þetta er bara óþægilegt að segja frá þessu, sko. Við erum að taka upp atriði þar sem ég stend svona yfir Ladda og svona kýla hann svona einhvern veginn.
Svo gerist það, ég kýla hann óvart í alvörunni. Ég veit ekki hvort að hann hafi fært sig nær eins og ég reyndi fyrst einhvern veginn að afsaka mig strax sko, eins og fáiði. Það var bara hitaleiksins en ég kýla Latta og það var óþægilegasta moment sem ég lendi í og það ennþá óþægilega momenti var að það byrjar eitthvað svona ferli á settinu að hann að kýla mig á móti. Bara svona, heyrðu þið, þú kýlir ekkert Latta og þeir fóru svona beint að allir ráðast þú kýlir ekkert Latta, nú eru bara Latta að fá að kýla þig. Ég bara, Jesus maður. Í hverju stattur þetta? En hann gerði það ekki, hann gaf mér sens. Eins og hjá allum öðru þá hefur kannski ferillinn verið svona aðeins upp og niður, meira kannski upp, en það hljóta að hafa komið tímabil þar sem að Latti var bara hallærislegur. Var hann það aldrei í þínum huga? Nei, alls ekki. Þú veist, ég náttúrulega, eins og þú segir, ég eru nokkra kynslóðar á milli og ég náttúrulega þegar ég í gaggó og þegar ég að byrja að gera sketsa og svoleiðis, þá náttúrulega ég að fylgjast rosalega mikið við Tvíhöfða og Fossbræðrum og svoleiðis. En Latti, þú veist, ég hef alltaf fylgst með Latta og eins og ég segi, fyrsta kasetta mín var Latti og þú veist, menn geta aldrei, þú mátt aldrei hægt að fylgjast með Latta af því að hann kemur alltaf aftur, hann kemur alltaf á óvart og þú sér það núna, hann þú veist, getur ímyndað að metta hann eftir öll þessi ár, þá er hann ennþá að búa til grín. Þetta náttúrulega ótrúlegur ferill. Þau hefur væntanlega ekki órað fyrir þessu hvernig þetta myndi enda þegar þú byrjaði að... Nei, langt eins og mér datt þetta aldrei í hug. Ég hélt alltaf að það yrði ekkert manni, sko. Svona, en svona þegar var verið að stríða manni svolítið. En ég man eftir í einhvern tímann þegar svona vissir krakkar voru að stríða mér og þá sagði ég við sjálfa mig einhvern tímann, ég skal sýna ykkur einhvern tímann, ég skal verða meira heldur en þið. Og ég veit það ekki, ég alltaf var frægar en þau, sko. En það ekki allt búið enn og í síðasta þættinum grínistan Latta þá ætlum við að einblína á leiksviðið og hvítatjaldið þar sem að Latti á ógleymanlega spretti.